Já, svo það, merkingar á matvælum, við ætlum að skoða þær núna. Við höfum svo sem talað oft það í þessum þætti, hversu mikilvægt það að merkingar á matvælum séu góðar, en stundum finnst mér eins og við höfum talað hér fyrir daufum eyrum, fólk ekki alveg og hefur ekki hingað til verið að átta sig á því hversu mikilvægt þetta en núna eftir fréttir undanfarnar vikur, þá kannski erum við að opna eyrun og augun hvað þetta varðar. Já, Steinar B. Aðalbjörnsson, næringarfræðingur sestur hjá okkur, komdu sæll, velkomin. Takk fyrir það. Getur tekið svolítið undir þetta sem ég að segja, að hinga til þá að fólk ekki þeirri mikið að hugsa þessa hluti, en þetta raunverulega mjög mikilvægt atriði. Já, ég alveg sammála því og þetta snýra nokkru þáttum, til dæmis bara matvælaöryggi og svo náttúrulega þetta lýðheilsumál líka. Það að segja, eins og ég hef verið að vekja athygli á því og í pistli sem ég skrifaði á heimasíðu minni, hvernig eigum við að geta farið eftir ráðleggingum embætti landlæknis mataræði ef við getum ekki lesið út af umbúðum matvarna sem við erum að kaupa, hvort að það hent okkur eða ekki. Og það eru bara þannig, regluverkið á Íslandi sem að ber þess að það sama á í Evrópu, þetta kemur frá Evrópusambandinu, regluverkið þannig að upplýsingar til dæmis orku og prótein og fitu og það ekki skylda að merkja þetta. Nei, það bara engin skylda. Evrópusambandið ekki með það skyldu? Nei, það í ákveðnum flokkum, til dæmis að ég voru nú að tala merkingarleysi rétt á hann og þá til dæmis ákveðnum kjötvörum, þá það skylda að segja hversu mikið af orku og fitu og próteinum En ætti það ekki alltaf að vera það? Jú, þetta ætti að vera þannig, en sko, ég tek oft dæmi tvær vöru A og vöru B og vara A í eðli sínu holl og framleiðandi vörunar vill koma því á framfæri til neytandans að þetta sé góð vara, hún kannski trefjarík eða eitthvað, eða sykurskert og við það að setja það á vöruna, þá þarf hann að setja næringargildismerkingu. Það að segja, ef hann kemur til skila að varan sé trefjarík, sem þá gott fyrir okkur, þá þarf hann að merkja hana til viðbótar með orku innihaldi, þar að segja 100 grömmum eru svona margar hitaeiningar og prótein og fita og kolvetni. Nú ef að vara í eðli sínu er óholl, þar að segja, og framleiðandi vill ekkert hann að segja nema bara hafa hana til sölu og hún heitir þetta, að þá þarf hann ekki að vera með næringargildismerkingu. Það getur maður sleppt öllum merkingum? Já, nei, ekki öllum merkingum, en næringargildismerkingu og við höfum nú talað það hérna áður, að innihaldslýsing alltaf skylda. Þú eru alltaf að setja hvað er í vörunni í röð í minnkandi magni. En það eru fjöldi fólks teljandi á fingurum annar handar sem að ná í raun og veru að skilja það og nota það í svona lýðheilsuráðs svona, já. En einmitt þetta, sko, margir sem telja sig einmitt alveg svona ágætlega vitiborna eiga bara í miklu vandræðum með að skilja þessar innihaldslýsingar, hvað þetta allt sem að þýðir. Það er kaloríur, svo eitthvað KJ-kaloríur og alls konar. Nei, það nefnilega það sem ég ætlaði að spyrja, næringar og innihaldslýsingar. Innihaldslýsingar til dæmis þegar þá listað upp til dæmis hveiti eða heilhveiti eða sykur og alls konar aukefni og sætuefni og slíkt. En næringargildismerking þegar það koma sem að þú ert að í að núna kolla. Upplýsingar, hvað var það hitaeiningar og prótein og vítamín kannski. Vítamín og slíkt. Og það sem að þú ert að tala núna að hitaeiningarnar, það að segja næringargildisupplýsingarnar, þær eru settar fram bæði í kilokaloríum, KCAL og KJ, kilosjúlum. Hver er munurinn á þessu? Þetta eru einingar yfir sama hlutin en gildið þeirra mismunandi. Hver kalóri 4,18 kilosjúl. Og hver á að skilja það ef hann ekki farið í næringafræði? Já, það eru margir sem á að fara í næringafræði. Þá skiljið ekki? Nei, sko, ef það er eitthvað þá ætti það náttúrulega bara að vera kilokal, það er að segja hita einingar. Já. Og það er það sem fólk eru að horfa á? Jú, það er það sem fólk eru að horfa á og það er yfirleitt þannig að það hið minnsta oft hinusleppt. Og það líka allt í lagi. En svo líka innihaldslýsingunum og það oft allskyns efni í þessu sem við vitum ekki hvort það sé góð eða vond, við þekkjum ekki þessu efni. Nei. Og það heldur ekki að gera kröfu til þess að þekkja það? Nei, þetta er svo flókið. Ég meina, ég fer í búð og vikulega að koma nýjar vörur í búðirnar.
og ég skil ekki helmingina þessum innræðsefnum og þetta mitt fag af því að iðnaður náttúrulega bara langt á undan okkur. Þeir eru búin að finna upp efni sem að virka og þau halda matvælunni í einhver ákveðnu formi eða gefa því ákveði bragð eða einhver ákveðna lykt eða eitthvað slíkt. Útlit eða hvernig sem það og það verið að nota þessu aukefni í það. En maður þarf ofta að flétta upp til hvers hvaðan þau koma og til hvers þau eru. Þannig að það gerir ekki beint kannski inn í búð. Nei, maður skoðar aldrei svona hlutu inn í búð. Maður vil alltaf ákveða þetta heima að sér. Er ekki hægt að einfalda þetta eitthvað? Jú, það er hægt. Hvernig getum við gert það? Það vantar bara í raun og veru viljan. Við erum alltaf bundin af því sem að Evrópusambandið ætlast til af okkur og stundum það slæmt og stundum það gott. En málið það að ég get tekið dæmi hérna að það hægt, ef að vilji stjórnvalda þannig, þá hægt að leggja á strangari reglur heldur en Evrópusambandið segir okkur að við að hafa. Sem dæmi, hér á Íslandi í dag að þá erum við með nýja reglur transfitusýrur í matvælum. Það var ekki fyrir nokkrum árum, en af hverju fengu þessar reglur? Jú, vegna þess að Danir fengu nóg. Þeir sögðu, það allt of mikið transfitusýrum í matvælunum hjá okkur og þær eru skaðvaldur á hjarta- og æðasjúkdóma. Við viljum bara setja strangari reglur. Og hvað gerir Evrópusambandið? Þeir fara í mál við Dani. Þeir segja, þið getið ekki sett reglur umfram það sem í Evrópusambandinu vegna þess að við byggjum allt okkar á frjálsu flæði vöru. Þannig að þeir voru að setja viðskiptahindranina að mati Evrópusambandins. Nei, þeir láta sig að máli falla, það segja Evrópusambandið og Danir komast með þessar reglur í gegn vegna þess að þetta lýðheilsumál hjá þeim. Og þá njóta allar aðra þjóðir góðs og þar með tali Íslendingar árið 2010 settu við í reglugerð hámark á transfitusýrum í matvælum. Þannig að þetta hægt. Og ég myndi vilja sjá til dæmis það komu, ég ekki endilega viss að það sé lausnin, en eitthvað í þá átt það komu hugmyndir frá Bretlandi hérna fyrir einhverjum 10 árum síðan að merkja öll matvæli með umferðarljósum. Rautt, gult eða grænt. Og þá myndi þetta rauða vera matvæli sem að fjallu ekki inn í lýðheilsuráðleggingar. Þetta náttúrulega fullt af matvælum á Íslandi og erlendi sem að falla ekki þar undir og við erum ekki að fara að banna þau. Sem aftur að borða í hófi. Já, þau eru ekkit hættuleg en við erum að borða þetta í hófi. Og svo væri matvæli sem væri svona alveg á mörkunum að vera holl fyrir okkur og kannski á mörkunum að vera óholl Lætti kannski bara pínlítið meira þessu rauðu. Já, akkurat. Og þá myndi þau fá merkinguna ljósið hérna gult. Og þau matvæli sem að í raun og veru eru góður kostur í hollu og góðu matvæli mataræði að þau fengju ljósið grænt. Og þetta ekkit ósvipað því sem að í kringum sænska skráargati sem grænt skráargat sem að nú má sjá á nokkrum vörum á Íslandi sem í raun og veru að segja okkur þessi vara, samanborið við aðra í sama flokki skárri kostur í hollu og góðu mataræði. Og þetta vil ég sjá. Þetta alveg nóg fyrir fólk. Já, þetta bara svona common sense. Já, en þá kemur á því að fólk verður að geta treyst því. Og það nú eiginlega þetta sorglega við þetta, akkurat. Það þetta sorglega við það sem undan gengið að við verðumst ekki geta treyst mörgum og allt of mörgum framleiðendum. Já, það ber þó að segja samt strax að það eru alltaf einhverjir svartir sauðir og upp til hópa að mínu mati íslensku matvæliðin á réttri leið. En það má alltaf gera betur. Og þetta svona, maður veit ekki alltaf hvort þetta sé matvæla öryggismál eða bara lýðheilsumál. Þetta kannski eitthvað sambland. En auðvitað náttúrulega nauðsynlegt að vita hvað í vörunum og stundum getur þetta hreinlega verið spurningum að fólk lendi ekki upp á spítala. Það eru í þessu ofnæmisvaldar sem að geta valdi mjög miklum truflunum og líkamsstarfsemi fólks. Og ef að það gleymist að merkja þá eða þeir eru illa merktir eða merktir með þeim hætti að það megi ekki lesað út úr vörun að þetta sé raunverulega þannig hætta að þá eru ekki á góðri leið. Og það sem ég finnst kannski mikilvægt í þessu öllu saman að við spyrjum okkur, regluverkið, fyrir hvern það sett? Það sett fyrir iðnaðinn til þess að hann geti gert kannski það sem hann langar til? Eða þetta gert fyrir okkur neytendur? Þannig að við höfum upplýsingar til þess að taka þá upplýsta ákvörðum hvað við erum að borða. Og þetta náttúrulega á þetta að bera keima því fyrst og fremst. Mér finnst það.
Hvað veist ykkur? Algjörlega. Ekki spurning, við verðum að einfalda þetta líka og við verðum að geta treyst mönnum. Já, ég meina, það er vakning. Já, sem betur fer. Já, með réttaröngu vegna þess að við erum kannski ekki í góðum málum, við Íslendingar. Við allan að höfum ekki verið að fara í verri átt, það er alveg á hreinu. Og í raun og veru, já, við þurfum að hjálpa þá neytendum til þess að taka betri ákvörðun mataræði sitt og við erum ekki að því núna. Það er að segja, regluverki gerir það ekki. Já, umferðarljósin á matvæli, góð hugmynd. En svona áður við sleppu þér. Þú segir ekki farið þín alveg sléttar. Nei. Þú er einu sinni áður, fyrir nokkrum árum síðan, rætt við okkur viðkvæmt mál. Já. Það er frá því þegar þú fyrst krabbaminn á sínum tíma. En nú lendur aftur í vandræðum. Já. Og segir okkur frá því áður við, eins og segir fyrir viku síðan og þá var ég fyrir, og ég ber að taka það fram strax, að það er ekki mataræðistengt. Þó að það sé auðvelt að gera þá tengingu. Málið það að ég var á hjólaæfingu fyrir stöðu síðan, ekkert erfiðri æfingu þannig séð, en fæ hjartaáfall. Og af öllum önnum sem að ég gæti hugsa til að þá líti ég að vera svo síðastu sem ætti að hjartaáfall. Maður sem hugsar virkilega vel hvað lætur ofan í þig og hreyfir þig mjög mikið. Já, og það kannski, að þú sagði mjög mikið, þar er kannski hluti ástæðunar. Menn í raun og veru vita kannski ekki alveg en það, þetta er svo stutt síðan og ég hef ekkert verið að tala þetta þannig, en það er svo stutt síðan þetta gerðist að menn í raun og veru vita ekkert hver orsökin var. Nema hvað að þeir vita að það er ekki mataræðið? Það er ekki mataræðið. En það gæti verið of mikil hreyfing eða hugsanlega vírus? Já, það gæti verið að í raun og veru hefði ég ekki og ástæðan fyrir að ég er svona fljótt að tala þetta er svo að það er fullt af fólki sem að haga sér eins og ég gerði og fer í vinnu lasið, fer á æfingu lasið og niðurstaðan úr þessu rannsókn sem ég er búin að fara í, það er ekki alveg búið að negla þetta niður, það er búið að útiloka mjög marga þætti sem að gætu verið, þar með tali mataræði, koma því að aftur. En einn af þessum hlutum er að ég hafi verið fyrir sirka mánuði áður en þetta gerðist að ég hafi verið lasin með pest sem að ég gaf mér ekki tækifæri til að losna við og fór á stað strax í vinnu og strax að æfa. Og hún hafi síðan grassera bara þarna í kringum hjartaðan og svo skila sér inn í hjartað og síðan á þessari bara einföldu og léttu æfingu þá gefur hjartað sig og ég fæ þennan svakalega sting fyrir brjóskassan og það síðasta sem ég dettur í hug er að bara mér hreinlega dettur ekki í hug að þetta geti verið þetta og svo fæ ég verk út í kjálka og út í hnakka og undir báða handleggina og þá náttúrulega, þá kemur þessi hugsun það gæti verið þetta en henni er ítt til liðar eins og skot og ég klára æfinguna, hálftími viðbútt sem er náttúrulega sérstaklega snjallt en maður náttúrulega gerir sér ekki almennilega grein fyrir hvað var að gerast og 42 ára maðurinn á ekki að lendi þessu en svo kemur þetta bara ljós síðar að ég stendu allir í fætuna eftir 1,5 tíma og þá finn ég að það er eitthvað að og fer upp á spítala og þar tekur við mér heilbrigðiskerfi sem að ég vissi ekki að væri til. Þetta er besta heilbrigðiskerfi sem ég nokkuð tíman orðið vitnaði, að þarna sá ég íslenskt heilbrigðiskerfi í fyrsta skipti í raun og veru, það virkar, það svínuvirkar og það var gaman að það var ljós í myrkri. Já, og hvernig er staðan í dag? Hún er bara, ég er að fara smátt og smátt stað, ég er búin að vera í mánuð bara í kvíld og búin að sofa mikið, það er engar hukkur hérna búin að sofa frá mér en svo er bara að bíða og sjá hvað gerist og í raun og veru með framhaldið hjartaðan hans skemmtist það bara ekki alveg vita hversu mikið að þú beist það lengi með því að leita til læknis. Já, samt var þetta var svolítið áhugavert að þeir voru rosalega kátir með að ég hefði komið svona fljótt, ég kom eftir 2 tíma vegna þess að við karlmenn, þetta er náttúrulega algengara hjá þeim, við karlmenn erum bara ekki mjög snjallir í að drífa okkur upp á spítala þegar við fáum verk fyrir brjósti. Það er betra að fara og vera öruggur það að það sé ekki þessi að. Já, en við hugsum alltaf að ég nennis ekki, þetta er vesen, alltaf bið og ég er þá áleitin aumingi. En þú nefndir að þetta er ekki mataræðið, það var þá skoðað, er þá æðakerfi skoðað sérstaklega? Já, ég fór í rannsóknir í þá veru og það kom í ljós að það er ekki neitt þannig, sko. Þannig að þetta virðist hafa verið svona
einstakt tilfelli en samt þannig tilfelli að þetta getur komið fyrir alla ef þeir sinna ekki sinni heilsu. Það er lærdómurinn sem að þú getur og aðri getur dregið að þessu það að finnum við til, kennum við til, séum við lasin, gefum líkamarum tækja frá bara reynilega að laga sig áður fyrir í átök eins og æfingar. Já, bara það nú bara þannig að ef hann að segja okkur eitthvað, þá eitthvað að. Akkurat, hlust á líkamann. Já, akkurat. Steinar Aðalbjörnsson, kæra þakkir og komin á gangiði vel. Takk. Fréttir og fróðleik.